Já, Kristín Lára las fyrir okkur versin úr Matteusi, 5. kafla, 14. til og með 16. versi. Þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur, fær eigi dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið þar meðal mannanna að þeir sjáu góð verk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Áður en að við snúum okkur að ræðu dagsins, þá langar mig bara til að slutta höfðið í bæn. Kæri himneski Faðir, við byggjum þig að vera með okkur hér í dag. Við byggjum það að þinn heilagi andi megi tala til okkar. Við byggjum það að þitt orð megi vera það sem kemur fram hér. Við byggjum þig anda þinn og leiðbeiningu í Jesú nafni. Amen. Guð hefur í gegnum aldinar látið sér mannfólkið and. Hann byggði aldingarinn Eden forðum daga, fullkominn heim fyrir okkar fyrstu foreldra. Við lesum á síðum Biblíunnar hvernig hann varðveitti og leiddi Ísraelsþjóðina. Við sjáum hvílíkan kærleika Faðirinn auðsýndi okkur þegar hann gaf son sinn eingetinn til að hver sem á hann trúist glatist ekki heldur öðlist eilíft líf. Eftir krossfestingu og himnaför Krist blessaði hann frumsöfnuðinn með heilugum anda og fagnaðarboðskapurinn fór víða heim. Í deilinu miklu lesum við síðan áfram sögu kristinna manna. Á hverju stundu varðveitti Guð sitt fólk, hvort sem var að ræða Adam, Nóa, Ísraelsmenn, postulana eða valdinsana. Guð notaði til þess margar og mismunandi leiðir. Hann birtist Móses í logandi runna. Hann fór fyrir Ísraelsmönnum í skýstólpa á daginn og eldstólpa á nætunar. Við lesum hirða, ættfeður, dómara, konunga og spámenn Guðs. Oft á tíðum notaði Guð einmitt spámenn sína til að tala til síns liðs. Spámenninu fengu oft bein skilaboð til líðandi stundar, en einnig spádóma sem vörðuðu framtíðina. Þeir fengu sýnir og þeim dreymdi drauma. Englar komu oft fyrir sögu, studdu og leiðbendu. Allt var þetta samviskusamlega ritað á síðum ritningarinnar. En af hverju mér hugsað til þess? Af hverju mér hugsað til þess að Guð hafi leiðbent líð sínum og engum að hann hefur hverjum tíma fyrir sig kallað fram spámann. Það er nefnilega stundum að þetta hljómar svolítið fjarlægt okkur á 21. öldinni. Spámenninir og kraftaverkin, þetta átti sér stað í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. En hvað með okkar tíma? Ég seti þetta fram svona því að það er nauðsynlegt fyrir okkur að gleyma því ekki að Guð er svo sami í dag og hann var í gær. Umbreyting þekkir ekki ei ráð hans. Hann er og var og verður ávallt. Hann er upphafið og endirinn. Og í Amos 3:7 stendur að Drottinn gjörir ekkert án þess að hafa opinberað þjónum sínum, spámönnunum, ráðsályktun sína. En kemur þá ekki spurningin, hver er þá spámaður okkar á meðal? Flettum upp í Opinberunarbókinni, 12. kafla. En í 12. kaflanum og 17. versinu er nefndur hópur fólks sem á hinum síðustu tímum mun verða fyrir ofsóknum Satans. Og ég les í Opinberunarbókinni, ég held ég sé nú með þetta á glæru, kannski skemmtilega að hafa það með. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar.
nánatiltekið, þá sem varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Einkenni þessa hóps eru þá að varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Við lesum í Opinberunarbókinni 19. kafla og 10. versi, þar sem það er nánari útlistun á hvað vitnisburður Krists er. Og ég tek það fram að hér er engill sem talar, það er ekki Jóhannes sem útlíkur þetta. Hér stendur skýrum stöfum: vitnisburður Jesús er andi spádómsgáfunnar. Þannig að vitnisburður Krists er andi spádómsgáfunnar. Einkenni þessa hóps sem ofsóttur er á síðustu tímum er þó þessi tvö. Það er að varðveita boð Guðs og að hafa vitnisburð Jesú sem er andi spádómsgáfunnar. Ég stend hér í dag ekki í neinum vafa. Hvaða hópur þetta er sem ræðir. Það þýðir ekki það að einungis þeir sem tilheyra þessum hópi séu frelsaðir eða að maður frelsist að því að maður tilheyri þessum hópi. Það vitum við sjálf að það er persónulegt samband okkar við Krist sem ræður för. En ég er engum vafa og þess vegna tilheyri ég þessum söfnuði. Eins og þið þekkið yfirleitt flest var meðal stofnenda kirkju 7. aðventista kona að nafni Ellen G. White. Hún er einn mest þýddi kvenrithöfundur í heimi. Rit hennar hafa farið víða heim og snert mörg hjörtu. Meðal fjarsjóða ritsafns hennar er bókin Vegurinn til Krists, sem er ykkur mörgum eflaust kær eins og hún er mér. Ellen fékk á ævi sinni margar sýnir og vitranir. Hún skráði þær niður og auk þess voru mörg vitni af fjölda þeirra sýna. Margir sáu það strax að sýnir hennar og vitranir væru ekki nein uppgerð og að þau gætu einungis komið frá Guði. Án þess að tíunda mikið það, þá er heilsuboðskapur aðventista komin frá ritum hennar og þeim vitrunum sem hún fékk heilsuboðskapinn, og öflugt menntastarf kirkjunnar sem rekið er víðsvegar heiminn er einnig byggt á ritum hennar. En ein af þeim sýnum sem hafði hvað mesta áhrif á samtíma menn hennar er sýn sem hún fékk síðla nætur 3. nóvember 1890 í bænum Salamanca. Salamanca er bær í New York fylki. Þessi sýn er oftast kennd við bæinn sjálfan og er kölluð bara því einfaldlega heiti Salamanca sýnin eða Salamanca Vision á ensku. Hún hafði verið á ferðalagi og að boða fagnaðarerindið, en hafði á því ferðalagi orðið, hér er myndað vel mætt. Hún hafði orðið því ferðalagi að boða fagnaðarerindið, en því miður þá hefði hún orðið lasin á ferðalaginu. Þegar hún var að ferðast á milli staða þá var henni mjög kalt og hún var í raun og orðin frekar veik lasin. Þann 3. nóvember þá þrjóskaðist hún til og fór og predikaði með Guðs hjálp, en að kvöldi dags þá var það ljóst að hún þyrfti líklegast að fara heim aftur til Battle Creek, höfuðstöðvar kirkjunnar. Þrátt fyrir mikla blessanir þá ákveðu hún, sonur hennar og ferðafélagar að þetta þyrfti að vera niðurstaðan í fyrramálið. Hún væri hreinlega orðin of lasin til að halda áfram ferðalaginu. Þetta kvöld kraup hún niður til bænar, og ég er nú eiginlega með þetta aðalega fyrir hann Örvar hérna á ensku og líka fyrir ykkur sem að geta þá séð hvort að þýðingi minn sé eitthvað nærri lagi. En það kvöld
kraup hún til bænar og það var skyndilega dýrð Guðs allt í kringum hana. Herbergið fylltist af nærveru Guðs, hún var glöð, svo glöð, eða hún skrifar, ég var glöð, svo glöð að ég náði varla að sofna, nokkuð þá nótt sökum gleðirinnar, friðarins, huggunar sem bjó í hjarta mínu, sem Drottinn veitti. Og þetta er tekið úr dagbók, eða úr bréfi sem hún skrifaði þetta til, nú það stólið úr mér, sem hún skrifaði þarna stuttu seinna, sem hún segir frá þessu reynslu sjálf. Morguninn eftir höfum við frásögn bæði sonar hennar, Willi sem hún nefnir hér, og A.T. Robinsons, hvernig ekki aðeins að hún ljómaði öll morguninn, heldur að veikindi hennar voru öll farin og þau gátu halda áfram þessu starfi. Hún sagði þeim að kvöldi áður hefði hún fengið sýn. En leið og hún reyndi að segja frá sýninni, það var eins og sýnin væri horfin úr huga hennar. Og hún reyndi aftur að segja Willi og A.T. Robinson frá, en aftur rak hann á gat. Hún gat ekki munað sýnina sem hún hefði fengið kvöldið áður. Willi, sonur hennar, hafði töluverða reynslu af því að upplifa spádómsgáfu hennar og kippti sér þar alveg ekki droslega mikið upp við þetta atvik. En báðir mundu mjög vel eftir þessum atburði. Nokkrum dögum seinna eða 8. nóvember mundi Ellen sýnin á ný og þann 21. nóvember okkur sagt að hún hefði fengið leiðbeiningar frá Guði að hún ætti að rita niður sýnina og henni var einnig sagt hvaða þýðingu þessi sýn hafði fyrir safnaðarstarfið á þessum tíma. Í sýninni var Ellen tekin á fund. Hún kannaðist bæði við staðinn og fólkið sem þar fundaði. Þetta var í einum af byggingunum í höfuðstöðum kirkjunnar í Battle Creek. Þeir sem voru samankomnir voru framanmenn innan safnaðarins, sérstaklega þeir sem leiddu útgáfustarf kirkjunnar. Umræðuefni fundarins var björt tillaga það að hætta umfjöllun þau atriði sem mætti kalla sérkenni kirkju 7. adventista í blaðinu The American Sentinel. Blaðið American Sentinel var dreift meðal almennings, þar að segja utan safnaðarins líka, til stuðnings við trúfrelsi og mannréttindi. Ellen fékk mjög skýr skilaboð sem hægt að kynna sér nánar hættur þess að þynna eða fjalla ekki þann sannleika sem okkur falið að bera út. Ellen hafði líka á þessum tímapunkti töluverðar áhyggjur af þessari þróun. Hún fékk einnig þau skilaboð að hún yrði að bera þessi skilaboð til safnaðarins, hvort sem það væri vinsælt eða ekki. Og bara svona til þess að gefa ykkur smá innsýn í landafræði Bandaríkjanna, að þá var hún hér en lítil mynd sem sýnir New York fylki og hér búið að setja stjörnu fyrir Salamanca sem fyrir neðan Buffalo og ef við förum yfir á stóru myndina þá þetta sirka einhvers staðar hér. Hún fer í sýn og sér atburði sem eiga sér stað að hún telur í Battle Creek sem þarna töluvert fjarlægð frá og hinum megin yfir Lake Erie, ef ég kann að bera það nokkuð megin fram. Og þetta alveg töluvert vegalengd sem þarna á milli. En ég veit ekki hvort þið kannist við dæmið, það var einmitt Jesaja spámaður sem fékk einmitt sýn atburði sem átti sér stað á sama tíma, þar sem hann var eins og hann var fluttur af andanum á annan stað. Ellen White taldi að svo hefði verið. Það var svo snemma vors næsta árs
að það var haldinn aðalfundur aðalfundur kirkjunar og mikill mannfjöldi var kominn saman. Ellen White predikaði alla vikuna og var einnig með predikun á seinni hvíldardeginum þann 11. mars 1891. Það vill svo til að saman voru komnir 3200 manns í Dime Tabernacle kirkjuna og hér mynd úr þeirri kirkju og ég held að þetta sé eina myndin sem til af Ellen White, seljaði ekki dýrinni keypti það, sem að hún í ræðustól að predika. Og það getur vel verið að þetta sé einmitt tekið þegar hún flytur þessa ræðu sem ég nú fjalla Það þó ekki alveg víst því hún flutti nokkuð margar ræður þennan aðalfundin. En á þessu tímabili var myndin tekin. Það voru 3200 manns eins og fyrr sagði og því voru 3200 vitni af þeim atburðum sem ég mun síðan lýsa sem átti sér stað. Ræðan hennar var útlögð frá Mattheus 5, 16. versi sem við lásum áðan. Ræðan fjallaði í raun þennan boðskap, það að við eigum að láta ljós okkar skína og að við höfum sérstakann boðskap til að boða. Í upphafi ræðunnar hóf Ellen White að segja: Ég verð að segja ykkur frá sýn minni sem ég fékk í Salamanca. En jafnskjótt og hún sagði þessi orð, þá hvarf minningin úr huga hennar. Og hún varð að afsaka sig og halda áfram predikunni því hún gat ekki munað eftir sýninni. Fyrir miðja ræðu reyndi hún aftur, en enn mundi hún ekki frá eftir sýninni. Undir lok ræðunar fullviss það að sýnin hefði bæði mikilvægi og beina tengingu við þann boðskap sem hún var að bera eða að segja frá, reyndi hún aftur að segja frá sýninni. Enn og aftur gat hún ekki munað eftir sýninni og þurfti í þriðja skiptið að afsaka sig fyrir framan 3200 manns. Þið getur nú ímyndað ykkur að kannski hafa einhverju hvíslað. Spámaðurinn farinn að gleyma? Þegar hún var spurð seinni daginn hvort hún myndi vilja tala á morgunsamkomunni daginn eftir, snemma á sunnudagsmorgni, þá sagði hún eitthvað á þessa leið: Fólki hefur heyrt í mér alla vikuna, við skulum finna einhvern annan til að tala. Og formaður kirkjunar og þeir fundu þá annan til að taka til máls. Það sem Ellen White vissi ekki var að skömmu eftir sólarlag, þennan sama dag, kom hópur manna saman. Þeir komu saman í kapellu, 30-40 manns. Umræðuefnið var áframhaldandi útgáfa American Sentinel. Tillagan sem lá á borðinu var hvort ekki væri heppilegra að sleppa því að fjalla hvíldardaginn og aðrar önnur sérkenni aðventssafnaðarins. Það hófust upp miklar og hitaðar umræður ágæti þessara tillögu. Hópurinn skiptist í tvennt og menn þrættuðu langt fram á nótt. Og þegar klukkan var orðin 3, það var fundinum slitið án niðurstöðu. En það var akkurat þá sem að engillinn vakti Ellen White. Og bauð henni að hún ætti að undirbúa allt efnið vegna sýnarinnar frá Salamanca. Og að hún ætti að kynna það á samkomunni, morgunsamkomunni, þann morguninn. Hún vakti alla nóttina og undirbjó sig.
sonur Ellen White, hann Willi, tók eftir því þegar hann var á leiðina á morgunfundin að það væri kveikt ljósin hjá henni. Hann vissi að hún hefði fengið annan til að predika fyrir sig og þess vegna hélt hann kannski hún væri lasin eða eitthvað, vist að ljósin væri kveikt, vist hún væri vakandi yfir höfuð. Og hann ákvað því að kíkja á hvernig hún hefði það. Hún sagði honum frá hvernig væri og þau gengu saman í kirkjuna. Þegar Ellen White kom inn í kirkjuna þennan morgun, sá formaður kirkjunar hana, og hún var líka með smá bunka af blöðum sem hún var búin að undirbúa. Og hann spurði hana hvort að hún hefði boðskap til að færa söfnuðinum. Hún játaði því og fór í púltu og byrjaði að segja söfnuðinum frá því hvað henni hefur verið sýnt í sýninni í Salamanca. Hún lýsti því hvernig einn mannanna stóð með American Sentinel blaðið í hendinni fyrir ofan höfuð sitt og lýsti yfir andstöðu sinni gegn birtingu sérkenna kirkjunar. Hún lýsti viðhorfi og samtölum sem eftir fylgdu og hverjar raunverulegar afleiðingar þess að væri ef að þetta fengi eftir að ganga. Hún sagði einnig frá því að engillinn hefði sýnt sér að blaðið hafði náð fótfestu og svo boðskapur sem hafði hljómað í blaðinu, það er að segja hvíldardaginn, hafði verið rétti boðskapurinn til lesenda blaðsins á þeim tíma og að umfjöllunum sérkenni kirkjunar hefði í raun aukið tiltrú, lestur og áhrif blaðsins. Þegar Ellen White settist niður, stóð maður upp og sagði, samkvæmt framsögn vitna með smá klökkri röddu, eitthvað á þessa leið. Ég var á þessum fundi seint í gærkvöldi og Sister White lýsir þessu að mikilli nákvæmni. Þau orð sem hún heyrði falla féllu í gærkvöldi. Ég stóð á rangri hlið í þessu máli en tek mér nú stöðu réttu megin. Önnur vitni segja frá því að hann hafi líka lýsti yfir að hann var þessi maður sem stóð með blaði í hendi og talaði gegn þessu. Vitni lýsa líka furðunni á svip Ellen White þegar hún heyrði að fundurinn hefði átt sér stað kvöldi áður. Hún skrifar sjálf í dagbók sína ég segi það bara fyrst hérna á ensku og svo þýði ég yfir. I was greatly astonished. I thought that the meeting had been held at the time it was presented to me. Hún segir, ég var stór undrandi. Ég hélt að fundurinn hefði átt sér stað á þeim tíma sem ég fékk vitrunina. Það er kannski ekki að furða að þessi sýn og játningar mannanna sem að sátu þennan fund, þeir voru fleiri sem stóðu upp og sögðu að þetta veri rétt lýsing af viðburðunum, að þeir hefðu haft rangt fyrir sér og þeir myndu tileinkað sér rétta afstæðu. Þessi sýn hafði mjög mikil áhrif á alla þá sem voru viðstaddir. Og blaðið, American Sentinel, sem í dag heitir Liberty, fjallar ennþá sérkenni kirkjunar, öllum þessum árum seinna, einmitt vegna þeirra leksíu sem var lærið þennan dag. Svarið er kannski augljóst, en ég spyr ykkur, hvers vegna var það sem að Ellen White mundi ekki sýnina í 5 sinnum?
Hvað höldum við? Var hún... Guð var að bíða með að hún sæi fyrir fundurinn væri. Já. Auka trúveruleika. Já, ímyndið ykkur ef hún hefði sagt, það verður fundur bráðum, eða hún hefði sagt það var fundur sem hafði ekki átt sér stað. Það hefði nú ekki vakið tiltrú. En þegar að atburðin hafði átt sér stað, það var tímabært að lýsa því sem átti sér stað. Og einfalda svarið er að Ellen G. White gat ekki munað sýnina til að láta hafa hana eftir sér áður en að viðburðin hafði átt sér stað. Þetta er bara ein af mörgum sýnum Ellen White. Lærdómurinn í þessari sýn er kannski tengist bara beint viðfangsefni sýnarinnar. En það kennir okkur líka það og gefur okkur ákveðin traustveruleika að þarna eru 3.200 manns sem sjá hana. Það eru fjöldi vitna og menn báru því vitni og meiri segir til vitnisburður fólk sem skrifa mörgum árum seinna þar sem að þeir segja að minning þessa dags sé inngreift í minni þeirra 24 árum seinna. Þeir sem voru þar þennan dag sáu anda spádómsgáfunnar í beinni, ef svo mætti segja. En hvernig getum við dregið leksju af þessu á okkar tímum? Eru við að gefa út blað sem heitir American Sentinel? Nei, kannski ættum við að gera það, ég veit það ekki, en við gerum það ekki. En hver er meginreglan sem er lögð hérna fram? Ég myndi leggja það til og spyrja okkur hvort að okkur hætti stundum til sem söfnuður eða sem einstaklingar. Já, að kannski hugsa svipað og þessir fyrirmenn útgáfunar og hugsa, já, en hvað ef við fjöllum bara ekkert Ellen White? Eða hvað ef við erum ekkert að tala það sem við erum ósammála Hvað ef við bara tölum það sem við erum öll sammála og erum ekkert að búa til neitt vesen? Við skulum ekkert vera að tala ástandina dauðu. Þetta er bara guðfræði. Þetta er ekkert sem skiptir öllu máli. Þetta er ekkert endilega sálarhjálpa atriði. Það gæti aukið trúveruleika okkar. Við getum náð til stærri hóps. Við getum orðið vinsælari. Þetta eru öll sömu rök og voru færð fyrir því að fjarlægja sérkenni aðventista úr þessu riti, úr þessu útgáfustarfi. Ég hvet ykkur til að lesa varnaðarorð Ellen White gegn slíkum hugsunarhætti. Hún gengur svo langt að segja jafnvel að þeir sem að fara þessa leið gætu verið að fórna sinni sjálfurhjálp. Það er ekki mín orð, það eru hennar orð. Það er ekki mitt að segja slíkt. En þetta er áminning til okkar. Áminning til okkar sem einstaklinga, til mín og til þín, að við séum ekki að fela þann boðskap sem við höfum. Og ekki að halda það að með því að draga úr fagnaðarerindinu, að draga úr boðskap Biblíunnar, að við séum að gera það auðveldara fyrir fólki að taka á móti. Þvert á móti þá sagði engilinn Ellen White að boðskapurinn hefði verið boðaður á réttum tíma, að þeir sem hefðu tekið á mótunum hefði þótt það kærkomið og þetta hefði haft eins mikil áhrif og hægt var. Ég langar til að skilja þessi orð eftir hjá ykkur og hvet ykkur til þess að stúdera svolítið þessa sýn, því að ég held að þetta hafi áhrif á okkur dagsdaglega. Ég held að séu leksjur hér sem að við getum tileinkað okkur sem söfnuður og sem einstaklingar. En þetta gerir líka að verkum að ef maður þekkir ekki nú þegar Ellen White eða rit hennar, að maður sér að
að hér eru fjöldi vitna sem eru viðstaddir þennan viðburð. Og það var engin mannlegur máttur sem hefði geta sagt frá. Einn af vitnisburðunum sagði einmitt að hann hefði ekki getað með eigin orðum lýst betur þessum fundi sem Ellen White lýsti. Þráttur að hann hafi verið viðstaddur. Svo nákvæm var sýnin. Ég veit ekki ef við höfum það í huga þegar við erum að sýsla með kirkjuna eða með trúboð eða með bara að boða náunganum, að við höfum þetta í huga að það er ekki kostur að gefa hér afslætti, því að afslættinir koma með miklum kostnaði. Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir ritningu þína, við þökkum þér fyrir orð þitt, við þökkum þér fyrir það að þú hefur sendt spámenn þína og þú hefur leiðbent og leitt fólk þitt í gegnum alla söguna. Við sjáum rauði þráðurinn í ritningunni er þín handleiðsla. Kæri Faðir, við þökkum þér fyrir það að jafnvel á þessum síðustu tímum að þá hefur gefið okkur sérstök ráð. Þú hefur verið blessað okkur með heilsuboðskap og mörgu öðru. Þú hefur gefið okkur boðskap til að færa og kæri Faðir, við biðjum þinn heilaga anda að þú megir leiðbeina okkur hvernig best að segja öðrum frá, leiðbeina okkur og leiða starfið. Við biðjum fyrir leiðtogum kirkjunar, við biðjum þig að þú megir blessa og efla starfið hér á Íslandi, að þú megir hjálpa okkur að læra af þeim mistökum sem gjörð hafa verið í fortíðinni, læra af þeim leksjum sem búið er að læra og nýta þær í starfinu, þínu starfi til framdráttar. Kæri Faðir, við þökkum þér enn og aftur fyrir það að þú gafst son þinn á krossinum og fyrir það að þú vilt gefa okkur eilíft líf. Að þú undirbúir stað fyrir okkur á himnum til að vera með þér. Kæri Faðir, við leggjum okkur öll í þínar hendur. Biðjum þig að leiða og vernda. Í Jesú nafni. Amen.